Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Þú sjá. Það náttúrulega, nú fullur veitingastaðar af fólki, þannig að þetta verður svona ósannlega lifandi þáttur. Nei, þetta verður mjög lifandi þáttur, sko. Já. Veitu? Svona background og það ugla í bakgrunnum, Steina. Endurfæddist þú ekki sem ugla í gær? Jú, ég var í samkvæmi í gær og það var bara þannig að ég var aðeins svona eitthvað að dilla mér við einhverja tónlist þarna í boðinu og ég bara allt í einu breyttist í uglu. Ég bara einhvern veginn, það var eins og hún tæki yfir, sko, bara alla mína verönd og líkama og ég breyttist í uglu. Þannig að ég veit núna hvernig það að vera ugla. Vá, hvernig að vera ugla? Það var bara geggjað að vera einhvern veginn í allt öðru í þessu líkama og ég fann alveg svona fjaðrirnar og hvernig loftið leikur Þú veist, ef maður með svona fjaðralíkama, Já. Þú veist, þá maður með loftið allstaðar einhvern veginn inn í sér og undir öllum, þú veist, einhvern veginn allri skynjuninni, sko. Einmitt. Ég meina, þetta bara svona eins og að gera leiklistaræfingar, maður að leika dýr, sko. Og svo bara fer maður bara alveg inn í þetta og mér fannst ég alveg fatta hvernig það að vera ugla. Að ég náttúrulega líka dálítið lík uglu. Já, með svona kringlótt andlit og stór augu. Mamma náttúrulega safnaði uglum, þannig ég man ekki því. Ekki bara mamma, amma líka. Já. Og ég náttúrulega á hluta af safnið þeirra beggja af uglum. Þannig að kannski ugla spirit animalið mitt. Já. Býttu, en hvað var spirit animalið þitt þegar við fórum til Ramos þannig í Eden? Þegar við fórum á námskeiði finna spirit animalið okkar. Já, þegar við vorum þarna með hristuna og einhver fór og þá kom í ljós að ég væri sportryggi. Já. En það nú líka. Ég tengist alveg við það. En það ekki, þú sem rísandi sportryggi. Já. Sportryggi svona sá sem að, þú veist eins og Gulli Stjarnar segir, sá sem með sportrygga á hengibrúnni, sem setur rísandan. Það svona manneskja sem að þegar einhver kemur upp hengibrúna, þá bara þannig svona leysir, sér hún hvað satt og logið í manneskjunni. Þeir sem eru rísandi sportryggar eru með þetta element. Þeir eru ósvöld fljótir að krakka, þú veist bara satt ósatt. Já, lesa aðra. Já, lesa aðra. Og svo bara bíða þeir. Já, ég get verið góð í, en ég þarf að vera í ákveðnu stöðu. Stundum hef ég engan áhuga á því að analýsera annað fólk, sko. Nei, maður kannski missir áhuga á því líka. En stundum hef ég alveg áhuga á því, sko. Heyrðu, það versta með gulræturnar, að þegar þú tyggur þær þá heyrist það mjög mikið í mæknum. Sem hljóðmaður. Ok, það skulle ég bara ekkert vera að tyggja. Ekki gulrætur. Nei, ok. Þú fengið brauð, við erum hérna með hummusbakka og ólívur og brauð og... Allt í lagi. Og nú heyrir fólk að það mikið líf hérna á mamma og ég sem klippari þá bara vona ég að þetta fari vel. Heyrðu, við erum með mikið af veitingum hérna, það sjást nú ekki, við erum að... Ég vil hafa krím í kakao. Fyrst náttúrulega hérna kertið frá konunni sem gaf okkur kertið daginn, manstu? Það er alveg geggjuð lykt af þessu hjá henni. Æðislega flott. Heyrðu, en allavega, við má ekki bjóða þér þá smá hummus af því að þú varst nú svöng. Þarna hnífur fyrir þér, þá sitt í hummusinn. Heyrðu, ég ætla að segja þér, sko, áður en ég kem með bókina. Ég ætla að segja þér að sko, hörðustu hummuselskendur heims hafa komið hingað á mamma og talað um að þetta sé besti hummus sem á ævi sinni smakkað. Í alvöru? Já, hann nefnilega alveg sérstaklega góður hérna. Hvað, veistu af hverju? Nei, ég veit það ekki. Það bara, þú veist, eitthvað svona secret touch. En já, þú varst upp í bústað? Ég var upp í bústað. Já. Og ég tók með bók, og sem samt ekki bók þáttarins, en ég tók með bók sem heitir The Divine Darkness. Og það var þessi Jared sem ég hef oft minnst á. Kennarinn? Já, kennarinn. Sem benti mér á þessa bók og ég fekk hann að lána það hjá henni Lindu sem býr á Skrauthólum, hann Lindu Mjöll, meistara. Heyrðu, meistara Lindu. Ég svona búin að vera gluggi í hana og ég hef átt erfitt með að komast inn í hana. Af því að það eru oft þegar verið að útskýra eitthvað og það eru notin mörg svona flókin enskorð, þá bara, þá speysa ég út. En ég byrjaði að lesa hana bara aftur á bak. Af því að mér finnst oft gott eins og ég sagt þér að byrja að lesa endinn í bókum, af því þá er eins og ég nái að
grípa betur utan svæði bókarinnar eða heim bókarinnar. Ég meina, þú tekur bara í upphafi skildi endinn skoðan bara mjög bókstaflega. Já, ég geri það. Og þá eins og ég teikna upp heimsmyndina betur, sko. Og ég í alvöru búin að vera að lesa kaflana líka aftur á bak. Þetta og svo það sem á undan og svo það sem á undan og það sem á undan. En allavega, að því ég búin að vera aðeins að tala þetta ego, sól og mónad og það sem ég skil betur, og ég vil bara skilja það eftir hjá hlustendum og þér. Ég aðeins að skilja betur hvað þetta mónad sem svartholið. Þú veist, það sem sagt persónuleikinn og það sálin og það universe, eða umheimurinn, umheimsorkan. Þetta eins og leikarinn á leiksviðinu, sálin lífið eða handritið og leikstjórn, það hvernig þú finnur fyrir lífinu og þegar þú tengir sálinu þá ertu svona in alignment með lífinu. Og bara, já, þannig að þetta á bara að hreyfast svona, eitthvað svona. Svo mónad svartholið og sólkerfið okkar snýst í kringum svarthól og svartholið eða mónad orkan á sviðinu. Það engar útlínur á því. Skilurðu? Þannig að þegar við erum á leiksviðinu, erum að leika sýningu og þetta sem bara gerast, þú veist, það mónadið. Það bara energi sem fyllir leikhúsið. Núið. Já, það núið. Og ég skildi þetta svona að sko svartholið, af því við erum með svona skakkamynd af svartholinu, að bara ég sé bara fyrir mér einhverja myndir sem ég sá því ég var lítil að við hverfum inn í svartholið og allt búið. En það sem gerist að svartholið, mónadið, togar allar hugsanir, allar bresti, öll kerfi, allt sem og sogast inn í svartholið, inn í þá orku, inn í myrkrið og þrýstist og það sem kemur út alveg hreint ljós, algjört pure energy, endurfæðing heimsins í rauninni. Og ég get alveg því ég að lesa bókina núna aftur á bak, þá get ég alveg tengt þetta við það sem maður gerir stundum á leiksviði þegar maður að vinna intensíft með leikhópa, ekki of upptekinn af bara persónusköpun karakters eins og maður stundum eða söguþræði verksins, heldur í energi leikhópsins og energinu í leikhúsinu og energinu í samrunanum með áhorfendum og allt þetta. Og maður bara eitthvað hreyfir mann áfram og maður bara veit ekki af hverju maður gerir hluti. En maður fer, þú veist, ljósið og ég fór í djúpa hugleiðslu helgina og hún svona bara, ljósið, af hverju, hvað þarf heimurinn, var ég að spyrja í hugleiðslunni, hvað þarf heimurinn? Þú veist, hvað á ég sem leikkona, listamaður, sögumaður, hvað þarf heimurinn frá mér? Sögur, það það sem ég kann að gera, ég kann að vera sögumaður, en hvaða sögur vill heimurinn fá að lesa sig? Jú, heimurinn vill vita að hann þarf ljós. Og ég þarf líka að segja öðrum listamönnum, hei, við þurfum að koma með ljós. En til hvers þurfum við ljósið? Til þess að sjá myrkrið. Af hverju þurfum við ljósið? Til þess að sjá myrkrið. Þannig að hlutverk okkar að opna inn í ljósin til að komast dýpra inn í myrkrið. Við erum oft búin að segja þetta. Þetta var eitthvað svona, já, og svo er það bara, bíddu, en hvað kæri heimur, hvaða sögu á eftir að segja ykkur? Hvaða saga hefur ekki verið sögð? Og þá kom bara, veistu það skiptir engu máli hvaða saga sögð, bara þú komir með ljósið og finnir myrkrið í þeirri sögu. Því í myrkrinu, ef þú ferð inn í myrkrið, þá kemur hinn hreina orka út úr öllum sögum. Og þá fannst mér ég sem leikari allt í einu vera verðmætari. Af því vissulega eru höfundar, þú veist, þeir búa til söguþræði og frammynd og eitthvað sem gengur upp innan alignment, því þeir búa til söguþráðinn. En ég get komið sem leikari og tekið söguna þeirra og verið viss að það komist ljós inn í söguna til þess að myrkrið í söguþræðinum og því öllu verði afhjúpað. Til þess að áhorfendur kveiki á Netflix-seríunni eða fari í leikhús eða lesi, ég ekki rithöfundur, heldur ég alveg rétt, ég er leikari. Ef það mitt hlutverk, það til þess að fólk vilji heyra mig segja söguna. Þannig að ég á einhverju svona flugi með þetta núna. Annað sem var í þessari bók og svo lét ég ChatGPT gera. Ég tók mynd af blaðsíðu og lét chatti, viltu gera zoomar upp þessa blaðsíðu fyrir mig? Þetta er svona eitthvað sem ég er að prófa mig áfram með chatti núna. Og eitt sem ég er að skoða, ég sagði bara býttu, vákar ógeðslega mörg orð það sem ég kann sem leikhúsmanneskja, sem er bara basically, þú sestu í borð með leikhóp, svo farið út á gólf, þið eru búin að analysera og því meira sem þú kemur af myrkrinu sem þekkir í þér að borðinu, þú veist,
því meira Öll lögin, allar... og segir frá allt þetta litla meðan við erum að sitja og tjúna orkun okkar saman í leikhópnum og svo förum við út á leiksviðið og sjáum hvað orkan gerir út á gólfinu og getur ekki verið intellektúal út á gólfinu sko. Nei, getur verið intellektúal við borðið bara þannig að þá eru þarna út á gólfinu með leikhópnum og hún hefði alveg rosalega mörg orð til þess að lýsa þessu öllu og ég fatt að, ég er búin að vera að vinna við þetta í 35 ár, sko, að búa til, að því að það er ekkert skemmtilegra en þegar maður er í leikhóp sem að er með einhverja sögu og nær að færa ljósið inn í söguna og finna myrkrið í henni og þá byrjar að vera gaman. Þá byrjar að vera svo gaman. Þá byrjar að vera svo brjálæðislega gaman og það er svo mikill húmor í myrkrinu líka, sko. Já, guð minn góður, sko, þetta er náttúrulega, þú veist, til þess að hafa raunverulegt val í lífinu, bara yfir höfuð held ég, þá held ég mér nefnilega þess vegna er svona skuggavinna, þess vegna höfum ég og þú svona gaman á svona skuggavinnu, þú veist, við óttumst þetta ekki að fara inn í og sjá hvað við erum líka glataðar og barnalegar og misheppnaðar oft og allt þetta, að það er eitthvað svo gaman að fara og skoða allt þetta sem maður hefur falið og ekki vilja kannast við og svona, af því að því meira sem maður opnar á það og horfir á það og samþykkir það og allt þetta, því sterkari grundvöll hefur maður til þess að velja hvort maður er að leika sér í ljósinu eða myrkrinu. Og maður fattar að þetta snýst ekkert það að vera bara í ljósinu, þetta snýst það að sko myrkrið er ekki bara allt eitthvað vont, hræðilegt, skelfilegt og svona veit. Myrkrið er líka kvöldin, rómantíkin, það dularfulla, þú veist, það erótíska og allt þetta sem fylgir, skilju, og náttúrulega líka allur hryllingurinn, skilju, en þegar maður er búinn að skoða... Dark female, dark male. Já, en þegar maður er búinn að skoða, sko, virkilega drulluna inn í sjálfum sér, þá er maður allt í einu komið með, sko, svona tækifæri til þess að dansa í ljósinu og myrkrinu, skilurðu, með raunverulegt val, á þess að skaða sig, skilurðu, og svona upplýstur, af því að nú veit maður hvað meiðir mann og hvað nærir mann betur. Og ljósið gefur manni hugrekki til að lýsa manni leiðina inn í myrkrið. Já. Þú veist, ljósið, þú veist, ef maður á spirit, ef maður á faith, ef maður á Guð, eða ef maður á aðganga að öllum einhverju aðra, þá er svo miklu auðveldara að ganga inn í algjörlega alla lágtíðnina, sko. Og svo er líka, af því að ég hef líka verið mikið að hugsa einhver að tala þú veist, það sem ég fæ á Insta eða bara í kringum eitthvað svona við þurfum að forðast þessar lágu tíðnir, ég bara, nei, ég er bara einmitt að rannsaka þessa lágu tíðni, ekki til þess að eiga heima þar, heldur til þess að þekkja hana, þú veist, til þess að, en ég er náttúrulega til þess vel alkóhól frá af því að mér finnst alkóhól alltaf ýta mér niður í lága tíðni. Já, það gerir það alltaf. Já, en maður svona, og það ýtir mér í rosalega sjálfhverfu, þú veist, og þess vegna, og mér var farið að leiðast þetta bara, ég byrjaði að drekka rauðvínið, ógeðslega gaman fyrst, en svo var ég bara byrjuð að bíða þegar allir væri búin að tala því ég þurfti að tala um mig, ég þarf að tala um mig, þú veist, og þetta er ekki skemmtileg samvera, þú veist, það er það ekki. Að bíða fólk af sér til þess að koma sjálfum sér að. Það er einhvern veginn ég á einhverjum frumstigum í lífi mínum, ég á aldrinum, þú veist, ég að þroska persónuleikann. Já, rosa sjálfhverfa í því líka, sko, einmitt. Annað sem er í þessari bók, það er sem sagt, þú veist að Úranus er 84 ár að fara einn hring, þú veist, í kringum sólina. Satúrnus er 28 ár, þannig að það eru 3 Satúrnusarhringir í einum Úranushring og Úranus er pláneta uppgötvana, tækninýjunga, að sjá lífið frá nýjum sjónarhornum og allt eitthvað svoleiðis og til þess að ná að klára þennan 84 ára hring þá ertu búin að fara í gegnum 3 28 ára hringi sem eru sko fyrst að læra personality, þannig raun á maður að vera með celebration þegar maður verið 28 ára, þá er maður búinn með personality. Takk fyrir, ég hef masterað personality, ég ætla að fara í gegnum transition og nú ætla ég að læra soul alignment. Ég ætla að læra að fara inn í að sál mín er fyrir heildina, lífið er stórbrotið og ég er hér með lífinu. Veist, það er frá 28 og upp í svo 56, við erum þangað, við erum báðar orðnar 56 og þá þarf sálin að deyja og þá verður það fyrir bara energín sem eru. Engin söguþráður, ekkert leiksvið, bara orka. Þú veist, það er mónad.
það er frá 56 ára til 84 ára. Ef maður býr ekki við aðstæður þar sem maður getur unnið djúpt og tekist á við þær áskorun sem felast í því að fara í gegnum transition, þá missir maður af þessum tækifærum. Já, ég skilji. Þannig að alltaf er þetta samt Þetta strætó sem maður vill ekki missa. Nei, maður vill ekki missa af honum og þarna reynum Guð gaf okkur frjálsan vilja, þú veist. Við ráðum hvort við viljum þroskast. Auðvitað. Þú veist, það er bara algjörlega bara, þú veist. Það er bara val. Viltu fara í þetta ferðalag? Það er alveg öflugt, sko. Einmitt, eða vill maður bara sitja og vera stökk. Það er líka bara alveg val að vera bara stökk. Það er bara flott. Skilurðu? Já. Það er bara flott, það er bara ógeðslega leiðilegt að líka. Já, ég meina það, það er leiðilegt. Já, við höldum það. Já. Svo eru sumir bara rosalega sælir með það bara að vera ekkert að pæli sumum hlutum sem við erum að pæli. Já, og bara upplifa sig alls ekki stökk og eru bara að njóta lífsins og dásanlegt. Bara whatever. En ég allavega þarna fyrir 2,5 ári upplifði mig algjörlega stökk og þá fór ég þá gerði ég eitthvað og þá opnaðist inn í eins og eitthvað dýpra spirit, eitthvað sem ég vissi kom aftur til mín. Já. Svona fyrir það mig var mjög öflugt hugleiðslunámskeið. Fyrir mig, sko, og ég meina þetta alveg þegar ég segi það, að ég verð sjúklega áhugasöm ef ég finna að ég er alltaf að reka mig á að koma mér í svona einhverja, ég er komin í eitthvað svona mót eða eitthvað ástand og ég hugsa svona, já, býtu, nú líður mér eitthvað svona, ég er eitthvað svona svolítið svona ófullnægð, ekki alveg glöð, eitthvað svona byrja að vera pirruð út í eitthvað og eitthvað svona. Og mér er svo gaman núna, þú veist, að rannsaka hvað er að gerast inn í mér þegar ég læt svona. Þú veist, hvar er ég vegna þess að ófriðurinn er alltaf inn í okkur sjálfum. Þú veist, og maður byrjar svona á því að benda, já, þetta er ekki nógu skemmtilegt eða þessi er svona og hinsegin eða eitthvað svona, maður byrjar á því að point fingers eða eitthvað bara, börnin mín eru erfið eða kærastinn eða eitthvað, skilurðu. Og maður byrjar alltaf á því að og svo bara fattar maður allar fyrirstöðurnar. Þetta er alltaf allt inn í manni sjálfum. Já. Og það er eilífðarverkefni að losa sjálfan sig út úr þessum álögum, skilurðu. Já. Og hætta að benda fingurum á eitthvað annað eða einhverja aðra eða einhverja utanaðkomandi ástæðu og taka bara alveg fulla ábyrgð á því. Svo er þetta ekki alltaf alveg manns ábyrgð, en ef maður byrjar á því að taka fulla ábyrgð á því sjálfur, skilurðu, þá er þetta allt miklu skemmtilega. Já. Af því að þegar maður byrjar að sjá þetta, þú veist, eins og hann orðaði þarna Jared við mig í sumar og sagði bara allt sem gerist er véfrétt í lífiðinu. Bara allt sem við lendir í bara er lífið að tala við eitthvað í þér sem þú átt óuppgert. Nákvæmlega. Þannig að ef ég sé það svoleiðis það bara, wow, já, ég er í þessum konflikt. Býttu, hvað á ég eftir að taka til hér? Já, af hverju fer þessi manneskja, af hverju er hún að ýta svona við mér? Af hverju hreyfir þetta svona við mér? Ég er búin að eiga rosalega mörg svona verkefni í sumar. Já, og það sem eitt sem við breyst hjá mér er það að sko allir ef að ég fann einhverja svona fyrirstöðu í fólki eða stöðum eða eitthvað svona, þá var ég oft mjög fljót svona bara að taka mig út úr því og forða mig frá því. Já. Núna hef ég svona mikinn áhuga að fara inn í það. Já, halla þér inn í það. Já, halla mér inn í það. Hvað er hérna? Já, hvað er þetta og eitthvað svona. Ég var að segja við því að mér langaði til að fara á námskeið. Já. Hjá hérna ungu fólki sem er að fara að kenna bara ákveðna hluti og eitthvað svona og ég hef svona áhuga á því að fara á þetta og partur af mér er svona bara, jæja, hvað ætli egginn ætla nú að fara að kenna hænunni. Já, einmitt. Skilurðu, að þetta er svona alveg tengist alveg okkar fæi sem er verið að kenna á þessu námskeiði. Já. En svo hugsaði ég líka, þetta er svona hugarfarsleg girðing. Af því að ég er 56 ára, þá er ég með svona fyrirfram hugmyndir það að eitthvað fólk sem er svona rétt rúmlega 30 hafa ekki upp á neitt að bjóða sem ég kunni, sem ég hefði gott á því að læra. Já. Og þetta er algjör vitleys í manni, af því að jafnvel þótt að ég hafi lært eitthvað svipað og þau eru að gera eitthvað svona, þá er þetta alltaf þetta, hvaða energi kemur kennarinn með. Já. Og kannski er það akkurat það sem væri
gott og skemmtilegt fyrir mig núna að sjá einhvern veginn miklu yngra fólk vera að gera hluti sem ég kynntist á einhvern allt annan hátt, sem ég kynntist til dæmis í gegnum leiklistarskóla sem rosalega stressaður nemandi, þú veist það sem maður verið, ég bara svona, maður var svo hrættur maður væri að gera rétt og rangt, nú hef ég engar áhyggjur af því ég gerir rétt og rangt lengur, þannig að ég get kannski farið inn í þetta og tekið eitthvað alveg nýtt inn á þetta. Þetta yrði hraðnámskeið af því að það yrði bara triggerast, þetta væri svona mónat, þú veist dæmi, þú fengir bara, ég ætti að skoða þetta, hérna er egoið en þá þærlast fyrir mér. Já, og þetta getur verið svona æfing í það að sko, bara mæta sínum eigin hroka, skilju, ég get alveg séð svona, ok, hvar set ég mig á háan hest gagnvart þessu unga fólki, þú veist, hvar er ég að, hvar get ég verið með auðmjúk gagnvart þeim, eða get ég það ekki? Nei. Þú veist, á ég eftir að finna mig stanslaust knúna til þess að, þú veist, grípa fram í og segja hvernig á að gera þetta? Nei, hún myndi náttúrulega ekki gera það. Nei, auðvitað myndi ég ekki gera það, en þú veist, svona innar með mér og þetta finnst mér það spennandi, en svo er ég líka svona genuinely hef ég áhuga á því sem þau eru að fara að gera, vegna þess að ég veit að þetta er ekki fólk að koma úr leiklistinni, þó þau sé að gera svona svolítið leiklistarlegt dót, að það gæti verið svo áhugavert fyrir mig, af því þau eru frjáls undan því sem af því það er náttúrulega líka alls konar reglur og skipulag og hugmyndafræði í leikhúsum sem er líka rosalega bindandi líka. Skilurðu, fólk getur verið mjög sko fast í sinni skólun inn í leikhúsi. Já, það er alltaf enda með sýningu. Já, og líka fólk getur verið bara svona mjög upptekið af sinni skólun í leikhúsi. Að hlutin eigi að gera einhvern veginn svona, það er þessi, þú veist, það er Grotowski, það er Stanislavski skólinn, það er eitthvað svona. Ég meina, þetta eru líka girðingar. Skilurðu? Þannig að, já, þetta er áhugavert. Þess vegna er ég líka að hugsa, þú veist, af því að ég hef grínast með að ég ætla á Wild Love þarna upp á... Ætlarðu að fara? Kannski. Já, vá. Af því að allt í einu skil ég, sko, það væri hraðferð í gegnum þetta sko, leksjur sem að ég er ekki búin að klára. Einmitt. Þú veist, að vinna með fólki og við færum þá hjónin saman, alltaf, þú veist. Það væri hraðferð í gegnum svona energískar hindranir í okkur. Eða eitthvað svona, þú veist, gæti verið það. Ég bara byrja að hugsa það aftur. En á sama stað þú ert að hugsa þetta námskeið sem þú ætlar á, eða langar á, það er bara, þú veist, hvernig get ég mætt mér? Hvar er meiri lærdómur? En ég var líka að hugsa því ég var að skoða þessa bók, þarna Divine Darkness, þá var ég líka að hugsa, er þetta aldrei búið? Nei. Og hvað ætla að gera með allan að lærdóm? Og hvað svo? Hættir þetta bara aldrei? Nei, ég meina, það er eina ástæðan fyrir því að við erum á jörðinni. Lífið er tilgangslaust. Já, það er tilgangslaust. Það er tilgangslaust og við erum allt lífið að reyna að búa til einhverja merkingu. Já. Og ég held í alvörunni að merkingin sé engin. Ég held að þetta sé merkingalaust. Bara það að vera til. Nei, ég meina, sjáðu það bara, þú veist, eftir 100 ár verðum við og allar okkar sögur, þær verða bara týndar, skilurðu, og það er bara einhverjar aðrar konur sem eru að gá ekki svipaða hluti og þetta er fyrirgefðu, sögur mannkynsins, við erum bara öll að gangi gegnum sömu hlutina, í gegnum mismunandi sögur, gegnum mismunandi aðstæður, upplifum öll heartbreak, einmanaleika, sorg, að vera með þarfir sem enginn mætir. Ég meina, þú veist, upplifa mikinn sársauka, þjáningu og það skiptir ekki máli hvernig þetta verður til, en litlu sárin verða til í okkur öllum, skilurðu, þegar við erum krakkar, þú veist, þegar allt í einu einhver kemur og eyðileggur myndin það að heimurinn sé fullkominn, skilurðu, þú veist, við erum bara lítil og það er bara ógeðslega gaman og eitthvað svona og svo bara, þú veist, hittum við eitthvað hrekkjusvín og það niðurlægir okkur til dæmis og það verður bara til niðurlægingin inn í okkur. Við upplifum þá tilfinningi fyrsta skipti á ævinni og við veitum ekkert hvað við erum að gera við hana og allt í einu er einhvern veginn heimurinn sem við byggum í ekki lengur öruggur að það er einhver búinn að meiða okkur einhvern veginn og það er kannski bara einhver segir tutti ljótt í striðaskóm og það er bara ógeðsli börn sem er í svona striðaskóm. Þetta bara verið það. Já, ég ætla að segja þér hvað kom til mín þegar þú segir þetta. Konan sín skýr í höfuð á, Halldóra, sem var þarna með ljóðabókinu daginn, hérna frá henni. Þetta bara, hún var bara guð í lífið minn. Það var bara engin manneskja eins kærleiksrík og ég elska að vera hjá hana og svo mikið leikgleði í henni og það var svo mikið sprell og hún var svo mikið fyrirmynd. Heima hjá mér talaði rosalega illa Sjálfstæðisflokkinn. Rabbi, alþýðubandalagsmaður og þú veist, mikið vinstra heima hjá mér. Svo kemst ég að því þegar ég er 10 ára gömul að Halla frænka, nafna mín,
kýs Sjálfstæðisflokkinn og bara að fara að halda ræðu hjá kvenfélagi Sjálfstæðisflokksins á Akureyri. Ok. Og þetta fyrir 10 ára barn, þetta var ósamræmanlegt. Já, bara hvernig átt að stilla þessu saman? Já, hvernig átt að stilla þessu saman. Hún var besta manneskja sem ég þekkti, bara kærleikurinn frá henni og viðveran hennar og það sem hún gaf mér fór engan veginn saman við heimsmyndina sem mér var kennt heima hjá mér. Nei. Að allir sjálfstæðismenn væru bara vondar manneskjur. Já, einmitt. Það var það sem barnið heyrði. Já, einmitt. Þó foreldrinu væri náttúrulega ekki að segja það væri bara ósammála við í pólitík. Já, þau voru bara að tala um kerfin. Já, og barnið nemur bara óvinn. Já. Bara óvinnur. Já. Punktur. Já. Og óvinnur eru bara á að hræðast, maður kemur ekki nálægt þeim og svo framvegis. Og þetta tók mér bara langan tíma að búa til heimsmynd þar sem Halla komst fyrir í heiminum mínum. Einmitt. En þess vegna held ég, Dóra, að því þú segir, þetta endalaust? Já. Já, ég held nefnilega að eini tilgangur sem í því að vera lifandi sé að raunverulega að taka öllum kennslustundunum sem verið að bjóða manni og þær birtast í öllu fólkinu sem við kjósum að bara deila lífinu með og líka bara fólkinu sem kemur inn í líf okkar bara allt í einu og við þurfum að díla við og kynnast og svo framvegis. Þetta eru kennslustundar af því að hver einasta manneskja eða hver einasti hlutur sem gerist er eitthvað fyrir okkur til þess að sjá, byrju, hvernig reagerar ég í þessum aðstæðum? Af hverju læt ég svona og hvað get ég lært hérna? Já. Skilurðu? Já. Þess vegna ég fann að skilja betur hvað hann er að kenna mér með þetta moment sem er að nú erum við komnar í hraðkennslu. Já, núna, á þessum aldri. Og kannski hjá sumum gerist það fyrir að þeir eru bara rosalega þroskaða sálir og eru búin að fara í gegnum allt áður, sko, en við erum að gera það núna. Þá koma bara leksjurnar svona zup, 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 bara sogast inn í svartholið, zup, 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 zup. Og við erum bara með stóra kennslustund í hverri viku. Ég er bara algjörlega. Já, og bara, ég ætti að fínpúsa þetta, fínpúsa þetta, fínpúsa þetta, fínpúsa þetta. Já, það er bara hreinlega eins og maður sé að fá sko bókastæðurnar í höfuðið á hverjum degi núna. Já. Svona leksjur sjálfan sig og maður er að sjá sko hvar potturinn er brotinn inn í manni, sko. Já. Ég fór svona algjörlega á hliðina í vikunni. Já. Ég var að deila sögu aðra mannesku, vinkonu mína, fyrir vini mínum. Já. Og það eru svona hlutir í þeirri sögu sem að ég svona tengi svona persónulega svona mikið við. Já. Og ég var að segja frá þessu. Þú meinar að þú átt svona spegilmynd af þessari sögu í þér? Já, ég átt svona spegilmynd af þessari sögu og þess vegna var hún svona, var ég upptekin af henni, sko. Já. Og ég var að segja frá henni og viðkomandi sem ég var að segja söguna, kom með svona, vildi fara að gefa rosalega mikið ráð og bara, þú veist, eitthvað svona, þá bara gera þetta svona. Og þá var ég svo frústruð vegna þess að ég kunni ekki að segja, sko, mér langar að segja þér frá þessu vegna þess að það er svo margt í þessu sem að ég tengi við. Og mér langar eiginlega bara að fá space til þess að skynja hvað ég er að fara í gegnum þegar ég er að segja þér frá þessu. Skilu, ég er ekki að biðja um ráð, ég er að biðja um sko bara space til þess að halda utan þessar tilfinningar. Þannig get ég sko skilið betur hvað kviknar inn í mér þegar ég heyri og tala um þessa sögu, skilu. Já. Og af því að maður þarf að vera sko, þetta er náttúrulega stendur upp á mann líka þegar maður verður einhvern veginn frústreraður yfir því að þörfum mann sé ekki mætt þarna og bara alltaf. Þá er það vegna þess að maður getur ekki sagt hvað það er sem maður vill. Og svo frábært sem hún Neta sagði við mig, hún segir stundum. Já. Og ég hugsaði akkurat sko þetta. Hún segir stundum, mér langar svo að fá tala eitt við þig, Steina. Mér langar ekki neinn ráð, mér langar bara að fá að segja þetta upphátt og bara eiginlega hlusta sjálf að mig segja þetta. Já. Skilurðu? Já. Af því að það er auðvitað oft vegferðin. Já. Skilurðu? Og þetta höfum við stundum talað í sambandi við krakkan okkar. Já. Þú veist, þau eru með eitthvað vesen, eitthvað vandamál og eitthvað svona. Og þá eru við svo fljótar oft að fara í að redda græju og gera vegna þess að þá lætur það okkur líða vel. Já, þá hefur við gert gagn. Þá hefur við verið góða mömmur og við höfum komið ykkur til leið og við erum líka lausar fyrir. Og við erum lausar. En þegar maður getur leyft fólki bara að tala og bara verið
á staðnum, án þess að bjóða neitt, þá er það nefnilega þannig að fólk leysir yfirleitt hlutina sjálft í höfðinu á sér með því að fá að tala um það, ef það fær ekki eitthvað alltaf eitthvað djöfisins feedback, sko. Já. Þetta er rosa vandi, sko. Já. Og það er vandi að biðja space. Má ég heyri sjálfur mér? Má ég heyri sjálfur mér? Má ég bara aðeins tala við þig um þetta? Þannig að það er eitthvað sem hreyfir svo mikið í mér þegar ég heyrði af þessu og ég er að rannsaka það inn í mér hvað það er sem að, þú veist, hvað triggerast inn í mér og eitthvað svona. Svo fannst mér samt eins og 12 samtökin, þau kenna þetta, getur fengið lánaða dómgreind. Þá hlustar fólk öðruvísi af því að þegar þú biður það dómgreind, þá sest það í annað sæti heldur, heyrðu þú þarf bara að gera, þá fer það úr persónuleikanum og það fer meira inn í soul alignment þegar það hlustar. Skilurðu, það sest aðeins aftar í orkuna. Af því þú ert að biðja þau að tengjast lífinu. En ekki bara vera, ekki redda. Nei, líka, þú ert líka að biðja svona bird's view. Já, skilurðu, að vera ekki þáttakandi í stöðunni, heldur svona að horfa á það ofanfrá. Og svona bara, þá svona smá yfirsýn. Já. Viktor, við vitum ekki hérna, nennir þú að kalla inn þennan kakóspirit fyrir okkur? Getum við ekki að heyra eitt? Getum við fengið að heyra? Nei, ertu að hleypa í svarinu? Já, það er að svara. Hann er í vinnunni. Ofsalega, það er rosa mikið. Fólk sé svo upptekið þegar það er í... En þú verður eiginlega að koma að sýna þig, sko. Já, hérna sést þetta verður Viktor. Já, hann er nefnilega, sko, sést ykkur talsambandi við kakao. Já. Takk innilega fyrir. Blessa niður. Það er sko allt að gerast hérna, mamma. Stelpurnar eru í ljósmyndasessjón hérna, í hliðina á okkur. Hver er þetta? Þetta er bara alveg rosalega sætt stelpa. Rosalega sætt og kann að gera svona hjarta með höndunum. Já, mér finnst það líka, maður sé ekki að þó það. Það get ég það líka. Dóra, sjáðu. Já. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Heyrðu, bók. Já, hvað bók? Nú er ég búin að segja þér, ég kom í rauninni með 4 bækur af því ég hugsaði hvaða bók mun passa best við þegar að hólminn er komið. Ég kom með Pappalanga, bara aftur, en af því ég fann hana aftur. Þú veist, ég var búin að gefa hérna, en svo fann ég hana í öðrum bókaskáp. Áttu 2? Já, en Bergur átti hérna, ég skilja á honum, svo átti ég aðra. Ég skilði, þannig að sko ef við trúum því að allt sé eins og að eigi að vera alltaf, þá er eitthvað í þessari bók sem þú ert eftir að skoða. Já. Það er nefnilega það. Já, það er nefnilega, hún er komin aftur. Og ég ætla bara að byrja að lesa hérna það sem ég opnaði. Ég hef eingöngu fundið eitt fyrirbæri í Evrópu sem ekki er krafist peninga fyrir og hver og eitt stundar eins og honum sýnist. Það er að draga andann. Þó held ég raunar að það hafi bara gleymst og ég hik ekki við að fullyrða að ef menn heyrðu nú til mín í Evrópu þá myndi þeir á samri stundu heimta málmskífur og þungpappír fyrir loftið líka. Því allir Evrópumenn leita stöðugt nýrra tilefna til að heimta peninga. Þetta er alveg rétt. Skortiði peninga í Evrópu ertu maður án höfuðs, maður án útlima. Þú ert ekkert. Þú verður að hafa peninga. Þú þarfnast peninga jafn mikið og matar, drykkjar og svefns. Því meiri peninga sem þú hefur, þeim mun betra lífi lifirðu. Ef þú hefur peninga, getur þú fengið tóbak fyrir þá, hringa eða fallegar lendaskýlur. Þú getur fengið svo mikið tóbak, hringa og lendaskýlur sem nemur peningunum þínum. Og allir vilja fá meira en hinir. Þess vegna er löngunin í peninga mikil og augun leita þeirra iðulega. Ef þú kastar málmskífu í sandinn, þá kasta börnin sér á hana. Berjast hana og sá sem nær henni verður sigurvegari, hamingjusamur. En peningum er reyndar sjaldan kastað í sandinn. Hvaðan koma peningarnir? Hvernig kemst maður yfir mikla peninga? Eftir ýmsum leiðum, auðveldum og torveldum. Klippi maður hárið á höfði bróður síns og fjarlægi maður rusl úr kofanum hans, stýri maður kanó yfir vatn, hafi maður sterkar hugsanir. Já, sannleikurinn er sá að þó að allt útheimti mikinn þungpappír og málmskífur, þá er líka auðvelt að afla þeirra.
Maður verður bara að inna eitthvert verk af hendi sem í Evrópu nefnt að vinna. Starfaðu, þá færðu peninga. Þetta lífsregla í Evrópu. Í þessum efnum ríkir mikið óréttlæti sem pappalangar leið ekki hugan að og þeir vilja ekki hugsa því þá þeim ljóst ranglæti sitt. Því ekki hafa allir þeir sem mikið vinna að sama skapi mikla peninga, en allir vilja hafa mikla peninga án þess að vinna. Svona þetta. Þegar hvítur maður hefur unnið sér inn svo mikla peninga að hann fái mat sinn og kofa og teppi og dálítið meira, þá lætur hann leið bróður sinn vinna fyrir afgangspeningana, fyrir sig. Hann lætur hann fá umfram allt vinna þau verk sem hans eigin hendur hafa gert óhrein og erfið. Hann lætur náungan bera burt óhreinindin sem hann hefur sjálfur valdið. Sé hann kona, tekur hann sér stúlku í vinnu. Hún verður að þrífa óhrein teppi, potta og fótaskinn. Hún verður að gera við rifnar lendaskýlur og henni ekkert leyft að gera nema að sé til gagns fyrir pappalanga. Nú hefur hann eða hún tíma fyrir meiri, sterkari eða skemmtilegri vinnu þar sem hægt að hafa hreinar hendur og láta sér líða vel í vöðvunum og fá meiri peninga að launum. Sé pappalangi bátasmiður verður hinn að hjálpa honum að smíða báta. Peningana sem hinn aflar með hjálpinni ætti hann auðvitað að fá alla sjálfur en pappalangi tekur hluta af þeim handa sjálfum sér, meiri hlutan. Og leið og hann getur lætur hann 2 bræður vinna fyrir sig og svo 3 og alltaf þarf að byggja fleiri báta handonum. Áður en líkur 100 eða ennþá fleiri og á lokum gera hann sjálfur ekki nokkurn skapaðan hlut lengur annað en að liggja á teppinu, drekka evrópskt kafa og brenna reykrúllur, láta frá sér tilbúna báta og láta færa sér málminn og pappírinn sem aðrir vinna fyrir handonum. Þá segja hvítu mennirnir, hann ríkur. Þeir öfundan og smjaðra ákaft fyrir honum og tala fagurgala hann. Því vægi manns í hvíta heiminum liggur ekki í göfgi hans, né áræðni, né fegur hjartans, heldur í því hve mikla peninga hann á, hve mikilla peninga hann getur aflað daghvern og hve mikið hann á læst niður í þykkum járnkistum sínum sem engin járnskjálfti fær skemmt. Þetta átti ég eftir að lesa. Þetta áttu eftir að lesa. Ok, hvað tekur úr þessu? Ég tek náttúrulega úr þessu að þetta, ég rosa mikið að hugsa og endurhugsa samband mitt við pening. Já. Og samband mitt við... Og öryggið, já. Þetta falska öryggi sem að maður heldur að peningar færi sig, já. Sko. Já. Og að það að ég geti keypt mér stóra jörð eða byggja stærra hús eða eitthvað, ég er að taka mig gegn að sjá bara að hlúa að því sem ég á. Að fara inn í nægjusemina, að þú sem ég kann alveg, ekki að hætta að láta mig dreyma, heldur dreyma í moldinni. Ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já. Já, þú veist, ferðalagasjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn, vatnasjóðurinn. Nýi sófasjóðurinn, skilurðu. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kenndi Íslandsbanki mér. En ég fór samt eins og ég fekk svona smá sendingun í hausinn síðustu helgi sem að var sko að ég þarf ekki að eigna stóra jörð á Íslandi og af því mér langar að búa í samfélagi með mönnum. Mér langar að búa til samfélag og búa með vinum mínum einhvers staðar. Og ég fekk svona að ég ætti að kaupa hús í Portúgal með vinum mínum. Þannig að ég var í 3 klukkutíma í gærkvöldi að skoða hús í Portúgal. Ok. Og alls eins. Fannstu hús fyrir okkur? Ég fann það rosalega niðurnýtt en ég fann að ég er til í að fara þangað og gera upp þetta hús og vera ekki pappalangi sem er bara að láta aðra vinna fyrir mig og ég bara borga peningana heldur. Ég er til í að vera í moldinni og mála og smíða og gera. Já. Þetta hef ég aldrei verið tilbúin í hér. Ég er nefnilega búin að vera að skoða þetta líka. Ég veit ekki alveg hversu mikið þrek ég hef í þetta. Nei, sko, þú veist, einmitt að fara að múra, mála, vinna rafmagn og allt þetta. Ég held ég hef haft rosa þrekið fyrir svona kannski 15 árum. Ég er ekki viss ég hafi það þrek núna, sko. Ég veit það ekki. Nei, þú ert líka manifestor. Þú átt ekki að vinna eins mikið og ég. Nei. Þú veist, þú er að muna það. Ef það er já í mér, þá mun ég hafa þrek. Ef ég finn rétta húsið í Portúgal, þá er ég til í að fara þar og vera þar 4-5 mánuði á ári að vinna í því. Ég vil eiga það með öðru fólki og þeir sem ekki vinna bara leggja eitthvað. Já, en sko, þú er þér að vera dræfurinn. Þú getur alveg sagt, Steina, ok, þú málar þetta herbyggi. Já.
og ég myndi alveg gera það. Já. En skilur, ég myndi kannski ekki alveg, ég myndi ekki hafa svona dræfið í að sjá alveg allt hvað ætti að gera og allt það, sko. En Nico hefur það. Já, Nico hefur það. Hann myndi sjá það. Já. Ég myndi halda utan svona... Nei, ég meina Gunni hefur það líka. Já, Gunni hefur það líka. Skilurðu? Já, og svo hérna... Svo er en þá er ég alveg svo sem til í að vera eins og vinnumaður hjá Papalanga. Já. Ég er alveg til í það, ef það er fyrir okkur. Já. En þannig er ég strax orðin pappalangi. Ég er farin að eignast meiri eignir. Já, ég veit það. Til þess að bjóða mér upp á eitthvað líf. Já. Til þess að geta legið á teppinu svo. Þegar ég er búin að gera upp húsið, hvað ætla ég að gera? En ég ætla að segja, mér langar nefnilega að stofna ferðaskrifstofu með Nico. Og ég myndi búa til ferðir. Já. Þannig að vinir mínir sem eiga húsið með okkur, að þeir getur þá stundum framleitt herbergin sín. Einmitt. Þannig að þá kemur kostnaður inn í húsið og húsið fer að halda á sér sjálft og reka sér sjálft. Svo þurfum við að eiga bíl, ég flaug svolítið langt, sko. Já, ok, segðu mér. Við þurfum að eiga náttúrulega eitt svona sendiferðabíl með sætum í. Þú átt ekki að vera með einhverja stoppar á þér, þú ert að láta þig dreyma. Nei, það er alveg satt. Nei, þú átt ekki að gera það. Nei, ég á ekki að gera það. Það er það sem að ég er að... Því þá ert alltaf einhvern veginn í einhverjum skorti. Þá ert alltaf að segja við þig, ég má ekki vera að hugsa svona, ég ætti nú bara að vera að hugsa þetta svona í einhverju svona viðráðanlegu. Hættu því. Já, en ég finn að það er meiri eldur í mig að finna stað sem að ég á sameiginlega með fólki í Evrópu. Heldur en á Íslandi. Af því að þegar við fórum á ellilífeyrinn, þá megum við ekki, þá verðum við að búa hálft árið allavega í Evrópu. Við höfum ekki búa heilt árið í Suður-Ameríku til dæmis. Af því að peningarnir, ellilífeyrinn er að fara aftur inn í Evrópu. Já, ég skil þig. Fjármagnir. Já. Þú veist þessna... En við megum alveg kaupa okkur hús í Evrópu. Já, ég meina við megum vera þar allt árið. Allt árið, já. Já, á ellilífeyrnum okkar. Já. Þú veist, ég vil búa til samfélag með vinum mínum sem er til í að leika sér. Og ég er að meina alveg leika sér, sko. Já, ég líka. Ég er alveg með þér. Já. Ég meina, ég er að fara að flytja með þér á þetta elliheimili. Já. Sem að bara byrja þurfa að vera mjög ungar. Já. Þannig að ég er að hugsa, ef að við förum með konur í hérna sem vilja prófa svepp í október, það eru nokkrar konur búin að hafa samband við þig. Já. Þá förum við og það er bara að förum inn í prógram sem er til í Portúgal. En í leiðinni þurfum við að skoða húsnæði. Auðvitað, við þurfum að gera það. Já. Að sjálfsögðu og ég held við þurfum bara að fara sem fyrst. Já, við erum að fara í október. Það er það sem við erum að gera. Við þurfum að reyna það, já. Mér langar að heyra meir úr Papalanga. Þetta er nefnilega ansi... Finn þú, sjáðu hvað þú áttir eftir að heyra í Papalanga. Já, veitu. Steinar, þú varst að segja um daginn að L'Oreal kremið sem þú notar, að það gerði þig svo afslappaða. En þú sagði mér líka að þú væri búin að nota það í 20 ár. Finnst þér ekki afslöpuð? Ég get ekki sagt að þú sért búin að vera afslöpuð allir þessi 20 ár. Ég er svo afslöpuð af því að kremin eru bara eins og personal trainer. Heldur manni stinnum og í formi og í lagi, þannig að maður er alveg slakur. Já, þú meinar að maður þurfa að nota því svolítið tíma til þess að ná þessum árangur sem þú hefur náð. Algjörlega. Papalangi býr til marga hluti sem við getum ekki búið til og við munum aldrei botna í, enda eru þeir að okkar skilningi ekki annað en þungir steinar. Það eru hlutir sem okkur langar lítið í og gætu blekkt hina veiklunduðu meðal okkar og gert að forvitna og auðmjúka. Við skulum því líta feimnislaust á þessar margumtöluðu kúnstir Papalanga. Papalangi hefur afl til að gera sér alltaf spjóti eða kylfu. Hann tekur tryllta eldingu, heitan eldinn og hraðskreitt vatnið og sveigir þetta undir vilja sinni. Hann læsir þessu öfl inni og skipar þeim fyrir. Þau hlýða. Þau eru sterkustu hermenn hans. Hann þekkir leyndamáli mikla hvernig má gera villta eldinguna enn hraðar og bjartari, eldinn heita enn heitari, skriðþungt vatnið enn þá straumharðara. Papalangi merkir bókstaflega sá sem brýst gegnum himininn og hvíti maðurinn virðist sannarlega vera sá sem brýst gegnum himininn eins og boðberi Guðs, því hann ríkir yfir himni og jörð eins og honum sýnist. Hann er fiskur og fugl og ormur og hestur í einni veru. Hann borar sér leið niður í jörðina, gegnum jörðina, þvert í gegnum hana sem leið liggur undir breiðustu fljót. Hann fer í gegnum klappir og fjöll. Hann byttur járnhjól undir fæturnar og þýtur áfram hraðar en fráasta hross. Hann fer upp í loft, hann getur flogið. Ég hef séð hann svífa yfir himininn eins og máf. Hann á stóran kanó sem hann fer á vatnið, hann á kanó sem hann fer í undir sjóinn.
Hann fer með Kana frá einu skýi til annars. Kæru bræður, það sem ég segi ykkur er sannleikur og þið verðið að trúa þjóningar jafnvel þótt vitikar véfengja orð mín. Því þeir hlutir sem pappa langi býr til eru miklir og vissulega aðdáunarverðir og ég er hræddur að margir okkar finni til smæðar frammi fyrir slíkum mætti. Á hverju á ég að hefja mál svo ég megi segja ykkur af öllu því sem borið hefur fyrir furðulostin augu mín. Já, þetta er náttúrulega alveg magnað. Þetta er náttúrulega bara lýsing á því hvernig, sko, manneskjan, maðurinn, sko, náttúruöflin eru náttúrulega svo yfirnáttúrulega og stór að það hefur orðið manneskjunni kappsmál einmitt að fanga náttúruöflin, nota þau og breyta þeim, stjórna þau, reyna að stjórna þeim, skilurðu. Og það gerum við með því að, þú veist, nota bensín og knýja eldinn svo við getum knúið öll þessi faratæki og svo framvegis. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. En þetta eru auðvitað brjálæðisleg löngun til að stjórna því sem auðvitað stjórnar okkur. Af því auðvitað er það náttúran sem stjórnar. Það er loftið og eldurinn og vindurinn og allt þetta sem stjórnar öllu. En við þolum það ekki. Þess vegna erum við alltaf að reyna að stjórna því. En svo varst að tala ugluna, þú varst að hugsa bara fjaðrirnar og orkunni þeim til að lyfta sér til flugs og allt þetta. Að sigrast á þessu öllu. Ég var aðeins að googla í gær því ég er búin að vera að hitta fólk sem er að tala svo mikið Atlantis. Svona gamla ríki sem sökk og bara hvað er þetta? Ég hef aldrei verið alveg inn í þessu. En það var samfélag sem eftir því sem að ég fann út, samfélag sem byggðist á kærleiksorku og fólk þurfti ekki að tjá sig, það bara fann í orkunni á milli hvers annars. Þannig að það var svona sálarorka, þetta var sálarsamfélag, þetta var svona tíðnisamfélag. En svo byrjaði að verða flinkar og flinkar í hermenn og þau og hjartasamfélag, hjartatíðni. Og þau fara fram hjá hjartanu og gera hluti fram hjá hjartanu, heldur í metnaði eða í hugmyndafræði og þá hrundi það samfélag. Og það sem ég held að nýja... Og því það er heilin alltaf sem að býr til samanburðarfræðin og viðmiðunarfræðin og aðskilnaði í huganum. Ég versus þú og þú ert eitthvað meirinn, þá hrynur það. Og það er það sem að hinn nýji heimur sem allir að tala the New World, ég held að hún sé aftur og komast aftur í þessa hjartatíðni, þessa Atlantis-tíðni sem er bara, við erum eitt. Sko aldan í hafinu er ekki hafið. Nei, og við erum hafið. Já, og við erum líka hafið. Dóra, þú ert hafið. Steinun, þú ert himinninn. Algjörlega. Og hafið. Og hafið. Nei, ég ætla að segja eitt við þig að lokum. Ok. Að sko, þetta með það hvað lífið er merkingarlaust, skilurðu, það er bara, við bara manneskjan fæðist, bara kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð fæðist fólk og deyr, skilurðu, og það verður aftur á mold og fyrir aftur ofan í jörðina. En það eru þetta náttúran og jörðin sem stjórnar þessu öllu saman. Það er hún sem gefur okkur líf og það er líka hún sem ákveður þegar við eigum að deyja, sko. Og það er algjör misconception að við séum eitthvað að stjórna. Já, það er náttúran í okkur sem er þetta hold sem við fengum hérna. Já, ég meina... Að ferðast í. Já, ég meina, holdið er bara jörðin, skilurðu. Og svo er blóðið í okkur, það er bara vatnið, skilurðu. Og þú veist, our spirit eða andinn, það er náttúrulega eldurinn, sko. Er það ekki? Jú. It's like this. Heyrðu, þetta er komið. Takk fyrir þennan. Má maður núna fá sér gulrót? Nú getum við borðað þennan hummusbakka sem við erum að deila hér, þegar við erum sko, og þetta er gnægtarborð og nú held ég að hérna... Mér sé óhætt að laga gulrót. Já, nú er þér óhætt að laga. Takk fyrir samverðina. Ég tjáði mig ekki með orðum, heldur bara í hjartatíðni.